Lífið bara gjörsamlega breytist. Maður kiptur algjörlega úr öllu og maður þarf að fara að hugsa upp neitt, maður þarf að passa rosalega upp á hugan sinn og við ræðum mikið þetta saman heima að láta okkur líða vel hvern einasta dag, gera einn dag góðan því ef hann góður þá tekur það svo vel á dögum sem eru erfiðir. Ég greindist með brjóstakrabbamein í maí og búin að fara í brjóstnám og einnig aðgerð undir holhönd, tekið 15 eitlar, búið með 2 lyfjagjafir á eftir 6 og svo taka við geislar. Það sem ég held að sé mikilvægt að þegar maður greinist og ég hefði kannski maður gera meira að það þessi endurhæfing fyrir aðgerð, fyrir lyfjagjöf. Endurhæfingin skiptir líka svo miklu máli þar, hreyfingin og ýmislegt. Maður reynir ýmislegt með mataræði og annað en endurhæfing fyrir aðgerð og vera í góðu bæði líkamlega og andlega stand skiptir rosalega miklu máli. Það hjálpar mér mest með þetta verkefni mitt sem ég kalla það eru bara mínir aðstandendur og vinir. Ég kalla þetta klappliðið mitt, það skiptir svo miklu máli, lítil SMS, símtöl, bara allt þetta litla skiptir svo miklu máli að finna hennan hlýhug, hennan kærleik og maður bara finnur hann. Ég fann hann á skurðarborðinu, ég bara fann hann, mér leið bara reyni vel. Ég fann kærleikinn og svo væntum þykju að ég vissi það verið að hugsa til mín. Ég vissi að fólk stóð ekki á sama, ég fann hennan hlýhug, það skiptir gríðarlega miklu máli. Þegar ég fer að missa hárið mitt og ég hef alltaf verið með sítt ljóst hár og þegar það bara að fara og þá hugsaði með mér og ég var dálítið að kveðja dálítið bara svona svo góðan vin minn, þetta var svo skiptið mér svo miklu máli og ég hugsaði með mér hvernig ég var að fara að þessu börni mín, þetta viðbrigði að sjá mömmu sköllótta og þetta rosa mikið viðbrigði að missa svona hárið og þá hugsaði mér, ég hef bara smá svona gleðskap heima. Ég bara býð mínum vinum og fjölskyldu og svona dálítið þröngum hópi og ég bara geri þetta bara gaman, hef bara gleði úr þessu. Og þetta var yndisleg stund og stundin verður þannig að kemur hárgreiðslukona heim og hún rakar hárið og ég með fullt á kollum sem fólk gat mátað og haft gaman af og svo mín besta vinkona sem bara mín besti vinkona, hún og ég hafði ekki hugmynd það og enginn hafði hugmynd hún sest sig á stólinn eftir að búið að raka mig og tekur hárið sitt líka. Birtist Þeiris. Dýrmætt. Sönn vinátta. Þú breytir öllu. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.